Í Jóhannesar Guðspjalli 13. kapla 35. versi segir: Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þið berið elskukveð til annars. Ef við viljum verða sönn ljós í heiminum, verðum við að sýna hinn ástríka og samúðarfulla anda Krist. Að elska eins og Kristur elskaði þýðir að við verðum að æfa okkur í sjálfstjórn. Það þýðir að við verðum alltaf og allstaðar að sýna óeigingirni. Það þýðir að við verðum að láta frá okkur vingjarnlegt orð og ánægjulegan svip. Þetta kostar gefandan ekkert, en skilur að baki sér dýrmætan ilm. Áhrif þess til góðs er ekki hægt að meta. Það er ekki aðeins þeim blessun tekur á móti, heldur of gefandanum því hann nýtur hennar einnig. Ósvikin kærleikur er dýrmætur eiginleiki frá himnum sem eykst af ljúfleik að sama skapi og honum er deilt út til annara. Guð óskar að börn hans muni að til þess að vexa með hann verða þau að veita kærleika sinn þeim sem þarfnast hans mest. Engan sem við höfum samneyti við má vanrækja. Engin eigingirni á að koma í ljós gagnvart náunga okkar, hvorki í tilliti, orði eða athöfn og án tillits til þess í hvaða stöðu þeir eru, hvort sem þeir eru hátt settir eða lágt settir, ríkir eða fátækir. Sá kærleikur sem talar aðeins við fáeina vingjarnleg orð á sama tíma og komið fram við aðra með kulda og afskiptaleysi er ekki kærleikur heldur eigingirni. Hann mun ekki vinna sálum til heilla eða Guði til dýrðar. Við eigum ekki að takmarka kærleika okkar við eitt eða tvennt. Þeir sem safna til sín sólskinni réttlætis Krists og neita að láta það skína inn í líf annara munu brátt týna hinum sætu björtu geislum himneskra náðar, sé henni haldið í eigingirni til að vera bruðlað á fáa. Eigingirninni ætti ekki að vera leyft að safna að sér fáum útvöldum en veita þeim ekkert sem þarfnast mest hjálpar. Kærleikur okkar á ekki að vera innsiglaður svo að aðeins fáir geti notið hans. Brjótið flöskuna og ilmurinn mun fylla húsið. Jafnvel eins og Guð opinberast af því sem hann gerir, munu börn hans einnig gera það. Kærleikur okkar til Guðs hefur ekki gert þetta mögulegt, en kærleikur hans til okkar hefur, eins og í 1. Jóhannesarbréfi 4:19 segir: Við elskum því að hann elskaði oss að fyrrabragði. Þannig er kærleikur okkar til hans svar við kærleika hans til okkar. Þar sem Guð sýnir okkur kærleika sinn með því að draga okkur til sín, þannig ber okkur að bera kærleika til annara til að draga þá til Jesú. Kærleikur Guðs á uppruna sinn í honum sjálfum og birtist í syni hans og er fullkomin í fólki hans. Kærleikur Guðs er fullkomin í okkur þegar við sýnum hann okkar á meðal, fyrst og fremst í samfélagi okkar. Annaðhvort notum við kærleikan og fullkomnum hann eða tínum honum. Það ætti að vera augljóst að við höfum hvorki kærleika Guðs í eðli okkar, né er hann skapaður af sjálfum sér. Rómverjabréfið 5:5 sannreinir það þar sem segir: En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs er útdelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Við fáum guðlegan kærleika frá uppsprettu hans, Guði, fyrir anda hans. Aðeins með því að þekkja Guð getum við fengið þennan kærleika og aðeins með því að elska getum við þekkt hann. Þetta kann að hljóma eins og vítahringur, en þetta tvennt fer saman. Aðeins með því að læra að elska Guð getum við lært eðli hans. Það er hvernig hann er. Við getum ekki haft þann kærleika fyrir en við kynnumst honum fyrst. Með því að vera í samfélagi við hann, kynnumst við honum og tökum á móti kærleika hans. Og með því að nota kærleika hans verðum við eins og hann og þekkjum hann í raun. Við getum aðeins raunverulega kynnst Guði með því að upplifa kærleika hans. Allt þetta er mögulegt vegna þess að Guð í kærleika sínum stofnar samband við okkur, veitir okkur iðrun, gefur okkur anda sinn og tekur síðan vegna kærleika síns forustuna í að viðhalda sambandinu. Þetta er ástæðan fyrir því að Páll segir í Rómverjabréfinu 5:10:
Því fremur munum vér frelsaðir verða með lífi sonar hans. Hann axlar fyrst og fremst byrðar hjálpræðis okkar. Hversu hugreistandi er það?